Hvernig? Já, komið. Já, komið sælblessuð, verið velkomin. Ég er í íþróttahúsi á Vesturgötunni. Björn heiti ég og ég sendir hérna út í samstarfi við Omnis. Fyrstu leikluti, fengum ekki að sjá hann. Það voru tæknilegir örðuleikar hér á Vesturgötunni en staðan er núna, hún er 17:22 fyrir vestra mönnum. Það er þá smáeilir nörar sem við leysum bara í leikhlé þar sem núna það verður sem sagt ekki skortaflan verður ekki í lagi hjá okkur þannig að staðan er ekki 0-0 þó svo að hún segir það staðan 22-17 fyrir vestramönnum og Derek fer hérna og setur niður ansi hreint fallegan trist. Það er skagamenn og vestramenn hafa háð aðra rimmu. Já, hér er vel gert. Skagamennum, ég held að þetta var Sindri, hinn ungi sem náði að blokka þarna. Það háðu aðra rimmu hér fyrir í vetur í október þegar tímabilið var nýbyrjað og það var hörkuleikur þar sem vestramenn fórum í sig. Derek setur þetta niður. Vestarmenn fórum með sigur á Hólmi. Við fórum með sigur á Hólmi eftir flottan leik og það var Nebo sem fór ansi illa með skagamenn í þeim leik. Það var 100%. Nema skorta. Já, ég veit það, ég er bara að finna það. Ok. Já, núna er þetta allt að smella hérna hjá okkur. Taflan er komin upp og þetta er allt saman að smella. Sem er ágætt. En ég fari í gegnum lið skagamanna sem er inn á núna. Það er Derek, Sindri Levi, Andri, Jón Orri og Áskell og inni á fyrir vestra er Daniel Þór Hinrik, Nökkvi, Jóhann Jakob. Það er að vestramenn. Þetta fyrir ekki ofan í. Jú, hann endar ofan í. Þá komast vestramenn yfir aftur, búin að vera yfir svona já, megnið á leiknum en þó aldrei komist í alvöru. Meðal fórstannir Andri. Bolti tekur snúning hérna á körfunni en fyrir ekki ofan í. Andri er ungur Fjölnismaður sem spilar hér með skagamönnum. Skagamenn hafa einmitt verið að keyra á ungum strákum í vetur og ákveðin svona kynslóðaskipti. Derek snir, nei, það er óefinn þarna og Derek kemur aftur, sendinga á Sindra og Sindri setur hann ofan í. Sindri er mitt einn af þessum ungu og efnilegum strákum sem er komið upp hjá skagamönnum. En það er ágætt að hafa reynslumikla menn eins og Jón Orra og Áskell inn á þegar ungi menn að stíga sem fyrstu skref, reynslumiklu og góðu leikmenn. Þá fer Nökkvi, Grindvíkingurinn út af.
Þeir ná ekki halda þessum inn á Skagamenn, þannig að Vestramenn taka þetta. Lítið gengi hjá Skagamenn síðasta mánuðin. Það var mætt Hamarsmönnum og Hetti og báða leikinni tapaðir nokkuð stort. Móti hefur Vestri tekið 1 sigur í síðustu 2 leikjum á móti FSU en lágu fyrir Hamri. Já. Áskell Sindra Derek sem hefur nú verið sterkasti maður Skagamann, Andri mísarnast gott á stuð, besti maður Derek Skagamann á þessu tímabili en það þeir eiga líka að vera það, þessi kannar. Já, Sindri hirði frákastið, flott. Derek Já. Stigahæstu mennirnir í leiknum hingað til eru Skagamenn, Derek með 9 stig og Nebo Máta. Jón Orri einnig verið flottur 7 stig og 4 frákast. Skagamenn sitja í næsta sæti deildarinnar með 5 sigra, 14 töp, þar að segja 10 stig. Þarna færist ekki 15 á sér running. En Vestramenn, þeim hefur gengið ögn betur, 7 sigra, 12 töp, 14 stig þar að leiðandi, 4 stigum meira heldur en Skagamenn. Og eru bara í hörkubaráttu þessi verður ekki vonið hörkubaráttu sæti í úrslitakeppninni. Það verður erfiðara fyrir Skagamenn að koma þangað. Það verður alltaf fjarlægara en með sigri hérna geta þau komið virkilega smekklega hjá Sigga Rúnari. Þannig að þetta býsna mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Eru það ekki svo sem allir leikir, þetta alltaf sagt, en já, þannig þetta bara. Siggi, nei, þetta var ekki nóg gott.
var snyrtilegt. Já, Helga, Snæ. Og skell, en Jón, þess mekklega gert. En boltinn út af. Það kemur fyrirkonlegur út af og Nökkvi kemur inn á. Daniel Þóraðna með frákasti. Herði hann alltaf bara að halda uppteknum hætti? Nei, eins gott. Það vantar bræðina Ómar og Fannar í liðska Amana í kvöld. Og Karvel og Stefán og fleiri menn sem hafa verið á bekknum ekki með, þannig að Elvar og Þorsteinn Elvar Sigurðsson og Þorsteinn Helgason eru á bekknum. Vonandi fá að sjá eitthvað að þeim í kvöld. Þorsteinn Helgason er mitt þriðji bróðurinn, bróður Ómars og Fannars. Það fá að vera Daniel tekur þessi seti á bekknum. Siggi Derek Björn Hristur. Þetta var lágt og fast og þetta var mjög fallegt. Snyrstileg sending hjá Nebo á Nökkva sem gerði það sem hann þurfti að gera, klára þetta snyrtilega. Og skell, fallegt, 3 stig er það. 33-29 fyrir Vestra. Þetta var erfið sending, hefnaðist ekki, en hún var skemmtileg. Maður er ennþá skaðaður eftir síðustu heimsókn Nebo hérna á Skagann. Það voru 33 stig sem að setja niður þá. Það er skref þarna. Þetta er í annað skipti í leiknum sem Skagamir fá á sig klaufarlegt skref. Hitt var í fyrsta leikluta. Þetta er ekki nóg gott. Það er bara svona hluti sem menn þarf að passa. Það á ekki að koma oftar í leik. Og þetta var snyrtilegt, snýrið þarna menn af sér og setja niður hann Hinrik. Björn, enn eitt Grindvíkingur sem er hérna inn á. Þarna fekk Nebo nokkuð þægilegt en það klikkar. Nei, hann er gapandi frýr og setur hann hún í. Þetta var ansi auðvelt. Þeir eru lausir út í körfunni oft. Þarna er brotið á Andra í skotinu. Hann fer á línuna.
Góð tilfinningu fyrir þessu skotum. Anton Smári fyrir út af og Andri, þetta snirtilegt. Það bara annað svona. Já, var býsna örugt. Nebo Tímur á fæti og hann ætlar bara, já, hann klárar þetta bara sjálfur. Þetta var fyrstulegt. Þess að Jóhann Jakobsson kom inn á fyrir vestra áðan og hérna fær Andri næðan tíma. Nei, þá rennur bara leiktíminn út 39-31 fyrir vestarmönnum og fyrir hálfleikur búinn. Fyrstu tveir leiklutarnir fyrst afsökunar á því að þið fenguð ekki að sjá fyrsta leikluta en þið fáið allan að sjá þann 3. og 4. eftir ég get fullum um það. En við tökum okkur smá pásu á meðan menn stilla saman strengi í hálfleik.
Jæja. Þá var þetta hafið aftur. Skamminn gerði það. Bara með 5 stuð. Ekki flengja því. 10 sekundur, eða svo. Og já, þetta er snyrtilega gert. Birnir kemst alltaf inn í sendinguna hjá Nökkva og Nei, þeir halda boltanum. Áskell, þristur, allt og stuttur og vestramenn ná honum. Lið Skamminn er þannig skipa núna. Áskell er inn á, Derek, Björn Steinar, Siggi Rúnar og Jón Orri. Og já, snyrtilegt aftur og hann keyrir bara, já, fallegt. Þetta var fallegt. Snöggur hann Derek, snöggur upp völlinn og Skamminn byrja hann leikluta af krafti og það er verstamenn sem er þetta. Áskell sem læka boltanum út af en lið Vestræði þannig skipað Nebo, Daniel Þór, Hinrik, Nökkvi og Adam Smári er inn á. Og þá er það Nebo hérna að keyra körfunni og setur þetta ofan í. Það virðist oft vera ansi auðvelt þegar Nebo á í hlut. Og þarna komast þér inn í sendingu, Tæpir, já Daniel komst þarna inn í sendinguna en ekki alveg. Siggi, nei, Vestri, nær bakkastinu. Og Nebo Nebo með hans langan þrist. Gegar og Nökkvi fyrir það upp í þrist en hann er bara eins snyrtilegur og þeir gerast. Skamminn Björn þristur, nei, hann heyrði bara frákastið sjálfur og setur hann ofan í. Fallegt. En smá heppni líka. Nökkvi fer þarna en hann ákveður að senda boltan áfram. Nei. Skamminn, halda það í svo. Reg. Siggi, snýr. Og með lúmska og góða sendingu á Jón en Vestamenn komast inn í þetta. Reg, Björn, þrist, nei. En það var Siggi. Björn. Já, fallegt. Já, nei, brotið á Nebo. Það er rétt, já, klukkan TV var ekki mikið eftir skoðklukku. Nebo með styrtilega sendingu á Hinrik og hann setur fallið, hann þrist niður. Jón heyrir og Siggi Rúnar, nei, Siggi aftur, nei, og já, það er Nökkvi byttir honum og
Siggi fyrir línuna. Leikarið þeirra. Æj. Nei, möttum að glika. Einnig. Staðan 47-39. Það er brotið á Jóni. Og gera vestri skiptingu. Handa Smári fyrir út af rétt að halda boltanum réttu megin inn á vellinum. Skagamenn. Nei, missa hann og það er Hinrik sem keyrir. Daniel. Nei, þetta var illa farið. Þetta er gott færi. Það voru alltaf 3 og þá er það, já, snirtir þetta á Birni. Herðu, ég er nú með einu stíi, var þetta bara 2. Já, fallegt hjá Hinrik. Björn er búinn að vera ansi hreint ferskur hérna í 3. leikluta. Hinrik og nei, leikaskotið á Jón Jakob hana. Herri, þetta er nú hótur. Já, ég er með einu stíi hér og við ekki á Skagamönnum. Já, það er ennþá jafnræðum liðunum 49-43. Flottur leikur. Nebo búinn að vera sprækur með 12 stig, 4 fráköst og 4 stóðsendingar. Stigahæstur hjá Skagamönnum núna er Björn Steinar sem er búinn að vera alveg hreint funheitur hér í 3. leikluta og hann er með 12 stig, 2 stóðsendingar. Derek einnig búinn að vera frábær, góður og hann er með 11 stig, 4 fráköst og 7 stóðsendingar. Mig grunnar að við fáum hér leik fram á síðustu mínútum. Hér verði jafnræði með liðum. Hættileg sendinga það en Siggi nærinn og þá Bolti kíkir þarna ofaní en ákveður að fara ekki alla leið í andra. Nebo og Nökkva. Nebo fyrir býtt þrist. Þannig klikkar og Derek hýrir þetta frákast. Andri. Já, Daniel kemst inn í þessa sendingu sem átti að fara á Björn. Rættar honum út af. Já.
Já, smekklegt hjá Nebo. Setja niður skotið og fara vítið. Það setja það ekki ofan í að þeir nei, hann enda nú í höndunum á Birni, boltinn. Nei, þetta er nú allt og flókið og erfitt. Boltinn við bara beint út af. Herðu, þetta er alveg, þetta eru mikil mistök þarna hjá Vestra og Derek nýtir sér þau og minnka munin 4 stig, 51-47. Það var nú skilið. Það fyrir Daniel keyra á körfunni. Það er vítakast á launum. Það var ekki á niður. Íma koma hér inn á fyrir Nebo. Bobin, hann er þannig. Það verður nú samt að hrósa Vestramönnum hér og þeir fá alla mína virðingu fyrir að mæta til leiks hér í dag þrátt fyrir óveðrið sem dundi hér yfir landi. Það voru einhverjir fastir í borgarni sem tíma og já, Derek, gott. Þannig að þetta er til fyrirmyndar. Og ekki allir sem hafa lagt þetta á sig. Hann er upp í þrist. Hvað endar þessi? Já, Vestra hann að bolta. Dómarinn upp í stúku er nú ekki sammála um það. Sindri Levi kemur inn fyrir Björn og Daniel fer út af og hann Henrik kemur inn á. Henrik búinn að eiga flottan leik, virkilega flottan. Hann er 12 stig og bætir þeim í 14. í safnið. Andri Fristen aðstuttur. Já, nækka sér þetta niður á hörku. Áskett nei, það var bara virkilega flott vörn hjá Nökkva og hann heyrði líka frákastið. Íma nei, skal menn keyra á og boltinn á Sindra sem þetta var smekklegt hjá Nökkva. 2 frábær varnartilþrif. Hann át hana það bara. Áskett, Andri, já, smekklegt. Andri hefur verið að koma ágætlega inn í þetta skaðalið ungur árum. Stór og sterkur. Hei, já, Siggi heldur þessum. Jæja, nú er leikluti senna enda. 30 sekundur og Skami getur komist. Nei, Siggi heldur þessum.
Ágætt upp í annan þrist þegar hann klikkar. Það voru bíða þeir ætla að taka síðustu sóknuna Vestramenn. Það munar bara einhverjum 2 sekundum á skotaklukku og leikklukkunni. Henrik ansi snöggur leikmaður. Þetta er virkilega vel gert hjá Skagamönnum og nei, það er góð tilraun hjá Henrik. Flottur leikluti hjá Skagamönnum. Staðan 55-51. Þannig að það verður hörku spenna í þeim fjórða. IA-TV er að senda hér út í samstarfi við Omnis. Sjálfur heiti ég Björn Þór. Ég hef ekki náð að kynna mig í óðagotinu sem ríkti hér upp á leiks þegar vorum að reyna að koma þessu öll á réttan kjöl. Stígastu leikmenn afsakið leiksins báðum með 5 stig. Það var Derek og Hinrik. Sigurður Rúnar hefur tekið flest frákvæðsnýjum og Derek með flestu stóðsendingarna 8. Það var mikil búbót þegar Siggi Rúnar lét sjá sig aftur hér á Skaganum í vetur. Kærkomið sérstaklega í ljósið þess að Ellu Ott hefur ekkert spilað frá því bara upp af tímabils. Þannig að það var kærkomið að fá Sigga Rúnar aftur heim. Þetta er góður leikmaður. Spila með Valentíma. Já, brotið á Henrik í þannig. Þetta er áhugaverð sending. Skagamenn bara svonandi á verðinum hana, þannig að þeir kláraði þessu svo í þeim stíðum. Íma Sindri og Sigga og Derek. Sindri, nei, þarna komast þeir inn í, nei, en herðir snirtilega gert hjá Sindra þarna og þetta endur ruðningu þarna á andra. Það var vel sótt. Íma, hann er býsna sterkur, klikkar. Og Derek með lúmska sendingu þarna, klikkar. Derek hafði skóklukkan að vera klára, þannig að hann fann alveg að fara á. Nei. Já.
Jón 57-53 fyrir Vestra. Þá hann galopinn. Þetta er steinsofandi vörnin hér. Hann ekki allan tíma í heiminum. Hann hefði getað aðtapnað sig í 5 sekundur í viðbúð. Nei, þá er það Jón og það er brotið á honum. Jón fyrir að línuna. Ásgeir kemur það aftur inn á Sigga Rúnar. Já, slistulegt. Já, bara öruggur 5 stig skilur liðin að staðan núna. Og fallið samt ekki. Þannig brótið á Hatami. Hatam fyrir að lína. Ég sætti vel að það var sett Adami. Það var bara Adam. Þetta fyrir ofan í. Gött, fallegt. Ja. Það þurfum við að keyra inn einhvern flottan gafla. Jama. Hittum nú 2. Jama. Það var Derek. Það er trist og hann setur hann ofan í. Þetta er mikilvægt. Mjög mikilvægt. 4 stig sem skilur að liðin. Skamin er að 6 á fórustuna. Og þarna er tæft að Derek kemst inn í. Og þetta kemst hann eins og var inn. Það eru 4 sekundur, 3, 2. Já, Skamin. Flott. Og nú þurfum við bara að klára þessa sókn líka. Það verður kærkomið. Og Derek, við þurfum prísfara á hann. Nei. Jæja. Við skal flýta svo mikið af hann Derek. Ekki þurfa því strax. Herru, þetta var ekki gott. Hann kasta hann brotað. Og nú verðum við að nýta okkur þessa sókn. Ennum ekki að elta þetta lengur. Við viljum fara að komast yfir. Það var lítil hreyfing, en já, þannig kemur Derek. Já, flott. Hvernig plakaði boltanum hann út af. Áskell. Já, snirtilegt. 2 stig. Jæja, það lifnar yfir bíflugnabúinu. Veistu götunni.
Nei. Það veist ekki. Já, Skagamenn eiga hann að bolta. Ánægilegt. Og þá eiga þeir kost á því að jafna eða kost yfir. Ég segi svo. Stundum býðum ákveðni. Það eitt af þessum gildum í körfubolta sem ágætt að hafa. Og Áskell í erfiða þrist. Boltinn er farin út af þegar Andri grípur hann. Vestramenn eiga hann. Hinrik. Þetta er það var snyrtilega spilað. Komið þeim á línuna. Adam sé fyrir hana. Ímaður fyrir út af Nebo inn á. Kann alltaf betur við Nebo á bekknum. En líklega stuðningsmenn sem kunna betur við hann inn á vellinum. Nei, klikkar á báðum og núna skorum við. Og Andri í þrist. Nei. Ætlaði, höldum áfram. Já, ok. Jakob. Já, Andri hirði boltan á honum bara. Núna gera þeir hvað? Derek. Já, Jakob tekur þarna á honum. Og Andri ofan í, nei. Skagamenn hafa verið að reyna við þristana og ekki gengið. Nökkvi. Herðu, það er Hinrik sem setur það núna ofan í. Inn á með opuna. Ekki, setni núna. En lengi að leita því hvar þeir ætla að mópa. En við fundum það. Vanmetið starf að mópa hann. Og Derek, nei, hann ætlar sér upp í þrist. Kannski aðeins of mikið einbeita sér að því að færið var eiginlega farið. Og Björn, já, það er í tilbaki á honum hann. Og hér gengur dómarinn golf, hann ætlar sér að fá moppinu aftur inn á. Hann ætlar sér það. Já, og hún er texta. Sýnst hann bara að vera að þræla barninu út. Nú lítur sem ekkert í þannig. Ég veit ekki hvers vegna hann ber kalla til þessa bars. Nú langt síðan Skagamenn settur síðustu körfu. Þeir hafa fengið fjölmörg tækifæri til þess að jafna hann leik. En núna það er ekki verið að nýta þetta tækifæri. Hinrik
Já, ok. Skamenn halda nú í sók og við krossleggjum bara fingur. Það eina sem við getum gert. Nei, þannig hann bara einfallega pakka hann saman. Það er villa. Ég veit ekki hver var svo óskynsamur. Það er leikli 66-62. Já, þetta fer, hann er ekki mikill stigamunur. Hann er bara 4 stig sem skilja liðina að, en það er alltaf erfiðara og erfiðara með alltaf sér að vinna leiki ef að maður er að elda langt inn í leikinn. Hér er, já. Gaman að hafa mikið verið gert á þessum mönnunum, gert fáar breytingar. Þannig verið meira verið að rótira menn í vestra. Ég veit ekki hvort það muni hafa áhrif. Ég er að loka mínútunum. Það var Hinrik, hann alltaf bara upp í þrýst. Setur hann bara niður. Þetta var nú fallegt. Mikilvæga þrýstur. Óhræddur Hinrik. Taka skarið. Þau hefur nú bara verið með og hann bara stelur hann bolta eða já, kemst inn í sendingu þarna. Hann nú bara verið líka, já, allána, já. Ég er ekki bara besti leikmaður vallarins í dag. Nei, þessu bolta allar ekki ofan í. Nebo og Hinrik ekki setja þetta niður. Það er innskott fyrir þig, Hinrik. Hinrik er aftur komin um boltan, hann er alltaf í boltanum. Hinrik og Nebo. Menn liggja hér bara. Það ætla hann að kalla svo bara moppuna inn á núna. Þetta nú fyrir að vera sjúklegt. Það er rétt að vona drengurinn sem fá greitt fyrir þetta. Gæti verið einhvers konar valdafík. Kalla hann inn á. Nei. Herðu, núna það bara fara eitthvað að gerast. Það er nú bara 1,5 mínúti eftir á leiknum og það er allan ekki vestri er allan ekki að flýta sér. Þeim líkur ekkert á. Og ekki meðan Hinrik setur allt ofan í heldur. Þeir ætla að gera þessu. Þessi verður eða frá henni. Nei, þetta er fyrir að vera erfitt. Mínúti eftir 71-62 fyrir vestra. Nebo tekur bara sinn tíma í þetta. Nei, þetta er nú klöfulegt.
Það var bara að fara upp í þrýst sko. Þetta já, Derek fyrir á línuna. Skaman hafa bara lítið sem ekkert sko. Skoraði hérna bara 5 mínútur allavega Derek það aðeins. Fjörtíu og 7 sekúndur eftir 71-64 fyrir Vestra. Getur allt gerst. 47 sekúndur langur tími í körfubolta. Og pólitík. Þetta verður erfitt allavega fyrir Skamen. Það er nokkuð laust. Skamen eiga spila á móti Hetti. Nei, mér er að ljúga að ykkur. Það eru Vestramenn, það er ekki eftir hérna Hetti. Skamen er ný unga. Já, skeittbýstur þarna. Einu stuðinu. Skamen er eftir að spila á móti Ármanni og Valur í leiknum eftir að Máni. Já. Gunnlaugur, svo Gráni. Þetta er ofan í. Þetta er Eik. Björn og Björn. Það er ofan í. Í þennan á mér, nei. Björn býtur á. Nei, ekki. Með hvernig Hinrikum nú er að spila hér í kvöld þá grunar mér svona að það er farin að prófa hann í. Já, Skamen er ekki eftir yfirtaka leiklið. 74-64. Já. En næsti leikur Skamanna er gegn liði Ármanns í spilaður í Kennaraháskólanum 27. febrúar næstkomandi. Næsti heimaleikur hins vegar er í byrjun marsmánaðar þannig annan 5. daginn held ég alveg örugglega á móti Val. Derek
Nei, það er skaman eða þennan. Jón, nei, það er skaman eða þennan líka. Áskell, fyrstur, ofan í, snirtilegt. Það munur 8 stig. Það verður að brjóta, já, hann kemur það. Adam og línuna. Ofan í Feran. Nei. En ekki hérna. Nú vantar klukkan eitthvað vitlaus. Það verður svona, þeir eru með 75 stig. Terik allt stuttur. Jón kastar honum út af og þá er leikurinn búinn. Þeir taka þetta og þá er komið 75-67. Þeir eru loka tólur. 76. Nei, 75, 67, nei, það er 76. Það er 76, 67. Þannig endur leikurinn. Velkomin að næsti heimaleikjur Skagamanna er 2. mars gegn Val. Við vonumst að sjá ykkur þar. Stigasti leikmaðurinn var Hinrik með 24 stig og hann með 6 stóðsendingar og 8 fráköst. Erik Skagamenn 20 stig, 6 fráköst og 8 stóðsendingar. En eins og ég segi, næsti heimaleikur Skagamanna er þann 2. mars á móti Val, en þar undan keppa þeir eftir 2 daga við Ármann í Kennaraháskólanum og hvet allir til að mæta þangað. En takk fyrir í kvöld.